Þá komið að marsleiðsögn fyrir Steingerð. Þetta opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla. Svo takið til sín sem eigi. Það kom okkur beint í lesturinn. Byrjum að athuga hvaða Steingerð við erum að tala við. Kæra Steingerð, það svona, hefur borið aðeins á því gegnum tíðina að þú vitir ekkert alveg alltaf hvert þú ert að fara og þú hefur stundu verið svona pínu á villigötum og upplifað eins og þig vanti einhver farveg eða einhver vegslóða í lífinu og svona búið að vera að reyna að feta, að finna þína slóð. En í dag þá er mikil gleði í kringu þig, það er svona góð, skemmtileg samvinna, það eru mörg gleði tilefni og það er svona áminningin í þessu fyrir þig að sko öll þessi fagnaðarefni, vinátturnar sem að sköpuðust á leiðinni, mér finnst eins og þú sért að klára einhvern áfanga, að þó að það hafi verið svolítið ótroðinslóð eða jafnvel á tímum svolítið svona torfærslóð sem að þú hefur farið, að þá er sagan þess virðis. Allt sem þú lærður á leiðinni og verið svona gefandi. Vináttunum og samböndunum sem sköpast á leiðinni, þau eru eitthvað sem þú hefur ekki annars fengið. Það verður svona að minna þig á bara já, þetta var ekki auðveldasta leiðin, en þetta er leiðin sem að þú fórst og þú lærði margt og eignaðist margt á þeirri vegferð. Þannig að skulum ekki gera lítið úr því. En það eru kaflaskil framundan. Þú ert að fagna einhverjum áfanga, þú ert að ljúka einhverjum kafla í lífinu og einmitt þess vegna vera að minna á bara já, þetta með að þetta var ekki auðveldasta leiðin en hún var þess svo sannarlega virðis. En það er einhver kaflaskil, þú ert að klára eitthvað. Og leiðsögnin er að bara leyfa þér að njóta í augnablikinu, leyfa hjartanu þína að hvetja þig bara svolítið áfram, leyfa ástríðunni þinni að leiða þig. Þegar þú ert að klára þennan kafla, mundu að fagna, þarft ekki að horfa strax í hvað ætlar að gera næst. Leyfðu bara að fagna því sem er akkúrat núna og svo getur þú farið að leyfa þér að fara að plana næsta og þá er hvað mikilvægast fyrir þig að leyfa hjartanu að ráða fyrir, hjartanu og ástríðunum þínum. Þegar framundan er síðan nýtt tækifæri, ný sköpun, það er ennþá óséð og óákveðið hvað verður, hver næstu skref eru og hver næsti kafli er. En það er þitt að ráða, það er þitt að skapa það og þú getur raunin valið hvað sem er. Og það er svona velja með hjartanu. Fá hérna smá auka einsinn. Og aftur að vera bara benda á, já, þetta var ekki auðveldasta leiðin, þetta var ekki hefðbundnasta leiðin, ekki beinasta leiðin, en þetta var leiðin sem að þú fórst og þú lærðir af með upp og niður og alls konar skrýtnum beygjum. En þetta er það sem að þú lærðir af og þú hefðir að heila ekki geta farið aðra leið af því að þú þurftir að læra þarna ýmislegt úr leiðinni. En núna ertu að klára þennan kafla full þroskaða leksíunni sem þú þurftir að læra í þessu misseri
Þannig að kemur stærra, öflugra, þroskaðra heldur en nokkru sinni fyrr. Þú ert að kveðja hérna ákveðin kafla og já, það er svona pínu súrsætt. Það er alveg svona pínu sorg í því að segja bless við þennan kafla sem er búið að gefa svo mikið. En það er bara það sem fylgir því þegar maður klárar einhvern áfanga og þá klárar maður og maður verður þá kveðið. Það er nákvæmlega það sem maður ert að gera. Og þá einmitt aftur leyfðu þér bara að fagna, leyfðu þér að njóta og elska í augnablikinu. Þarft ekki að hugsa hvað næst endilega alveg strax. Þú getur pælt því seinna. Kláraði það sem þú ert að gera núna og fagnaði því. Og svo því að svo þú hefur restina af ævinni til að ákveða hvað þú ætlar að gera næst, sko. Af því að þú munt gera meira, þú munt læra meira, þú munt fara í fleiri áskoranir, skemmtilegar áskoranir, verkefni og sköpun. Þetta er bara rétt að byrja í rauninni. Bara til hamingju með kafla sem þú ert að ljúka. Fagnaðu honum. Leyfðu þér að njóta í augnablikinu. Þarft ekki að huga strax að því hvað það þarf að gera næst. En fá hérna eitt orkutá. Stutt skilaboð í lokin og það er kveikistráið sem er áminning að það sem þú vökvar, það vex. Og þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin átti saman eftir þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.